Sæl aftur. Þetta hefur verið virkilega ánægilegu dagur, mjög vel skipulagt eins og þessari atvinnugrein og því fólki sem stendur hér að þessum fundi von og vísa. Og fyrir mig mjög gagnlegar og góðar umræður. Það einfaldlega staðreynd að ferðaþjónustan ein helsta stoð í íslensku efnahagslífi og það verður þannig áfram. Það okkar sameiginlega verkefni að sjá til þess að svo verði. Þetta atvinnugrein sem hefur vaxið úr því að vera árstíðabundin upp í okkar stærstu útflutningsgrein og einfaldlega einn af okkar helstu lyklum að bættum lífskjörum. Eins og segir í yfirskriftinni hér í dag. Þessi hraði vöxtur sem verið hefur á ferðaþjónustunni undanfarin ár, hann hefur verið að miklu leyti á forsendum markaðsins. Það hefur leitt til þess að stjórnvöld hafa oftar en ekki sitjað eftir í þróuninni. Og það hefur ekki bara verið áskorun fyrir greinina að búa slíkt, þetta samfélagið allt. Barnið vex sem brókin ekki, segir einhvers staðar í máltæki og brókin þá stjórnvöld í þessu samhengi. Við verðum að fylgja á eftir og tryggja innviði, tryggja utanumhald, draga úr óþarfa flækjum í kerfinu, leyfisveitingum og öðru slíku og vera að minnstakosti virki þáttakandur í markaðssetningu eins og þeirri sem við sáum hérna. Þannig að þetta skiptir máli. Það nauðsynlegt að búa greininni til þennan ramma til langstíma og ferðamálastefnan til ársins 2030 auðvitað hluti af því. Ríkisstjórnin vill líka horfa á þetta heildstætt. Það markmiðið með mótun atvinnustefnu fyrir Ísland til ársins 2035. Markmiðið að sú stefna verði grundvöllur fyrir skýrari forgangsröðun og fyrir auknu jafnvægi á milli atvinnugreina. Það sem við tökum mið af efnahagslegum, samfélagslegum og umhverfislegum hagsmunum og myndum þannig heildstæða mynd fyrir atvinnulífið þar sem ferðaþjónustan fyrir auðvitað sinn sess. Við komum hér aðeins inn á áðan mikilvægi þess að nota tæknina. Ekki bara í einhverju hefðbundin tæknigreinum, tæknin gríðarlega mikilvægt líka fyrir framþróun ferðaþjónustu. Nýsköpun mun eiga sér stað, ekki síður í ferðaþjónustu en í einhverjum greinum sem við vitum ekki í dag hver eru. Það málið, það þannig sem við þurfum að tryggja og byggja undir þennan ramma. Það stundum verið að tala ofboðslega mikla og frábæra þróun, nýsköpunar og tækniþróunar í sjávarútvegi. Það var ekki þannig fyrir einhverjum áratugum síðan. Ferðaþjónustan á alla möguleika í að vaksa bæði á hefðbundið þátt en líka í þessa átt. Og það ekki síst markmið með því að búa greininni ramman innan atvinnustefnunar í heild. Varðandi stöðu ferðaþjónustunnar í dag, eins og við erum búin að fara yfir svolítið í samtalinu, það átti atvinnugreinin gott sumar og gott haust, þar sem voru slegið met í komu ferðamanna í hótelnýtingu og í neyslu. En það blikur á lofti varðandi bókunarstöðuna sem ekki góð og aðrir þættir bíta, til dæmis eins og komið hefur fram, hátt gengi krónunar og síðan kemur auðvitað fallplein, þó að það hafi ekki haft viðlíka áhrif og þegar WOW féll fyrir nokkrum árum, en mun auðvitað hafa áhrif á annars vegar flugfargjöld og farþegafjölda sennilega á næstunni. Spár fyrir komandi mánuði ekki alveg skýrar. Sumar að spá aukningu, aðrar stöðu og ástandi, en ef að við sjáum, eins og ég trúi, fram á hóflega vöxt, þá gefur það okkur tækifæri til að stuðla áfram að sjálfbærri þróun til framtíðar í samræmi við gildandi ferðamálastefnu. Þannig að það mikil tækifæri framundan. Við erum með frábæra vöru í höndum, einstakann áfangastað og við vitum að endurkomin hlutfall gott, það sennilega besti mælikvarðinn og það mikil tækifæri í því. Þannig að fólk búið að fara á einn áfangastað, kemur aftur og fer eitthvað annað. Þetta verkefnið og talandi dreifingu ferðamanna, þá þetta dreifing á flugi líka lykilatriði. Það tækifæri í auknu beinu flugi til Akureyrar, það líka tækifæri þegar kemur á fluginu til Egilsstaða. Þannig að það enn eitt verkefnið. Og ég tek bara undir síðan
þessar háværu raddir sem ég hef heyrt innan greinarinnar og hefur sannarlega verið rætt hér líka að ríki komi með sterkari hætti inn í markaðssetningu á Íslandi sem áfangastað og ég ítreka þá afstöðu mína að þetta verður að vera viðvarandi, þetta bara vera hluti af því hvernig við erum að vinna þessari og búa þessari atvinnugrein sitt umhverfi en ekki þetta átak sem að síðan dettur niður, það tekur svo mikla orku og ekki góð nýting á fjármunum. Síðan það þetta verkefni að taka gjald fyrir nýtingu á náttúruauðlindunum og ég bara hef boðað þetta frumvarp og ég heyri bara hátt og skýrt og það sem hefur komið fram hér og það svo sem sama samtali ég hef verið að taka við forystufólk í greininni, þannig við erum að vinna þetta áfram. Pólitísk sýn ríkisstjórnarinnar að náttúru- og innviðagjaldi snúast nýtingu á náttúruauðlindum, annars vegar hvernig þjóðin nýtur góðs af því og síðan að við vendum hana eins og við getum. Þannig að þetta stóra verkefnið. Ég ætla eiginlega ekki að hafa þetta mikið lengra. Mér hefur þótt þetta samtal gríðarlega gott. Ég hlakka til að koma ef að þetta verður aftur að ári og mér boðið hingað og þá erum við kannski vonandi að tala meira bjartar horfur framöndan og allan mögulega máta bæði hér innanlands og á alþjóðavettvangi. Vil bara ítreka að lokum. Ferðaþjónustan og verður gríðarlega mikilvæg atvinnugrein. Hún hefur breytt þjóðarbragnum svo munar til hins betra. Hún lykil þáttur í því að fólk sem að fer erlendis í nám kemur tilbaka að því við erum bara gjörbreytt landslag hér og skilar sannarlega gríðarlegum fjármunum í þjóðarbúið. Það verkefni okkar áfram að festa þessa atvinnugrein enn frekar í sessi sem þá kjölfestu atvinnugrein sem hún og það það sem ég vinn áfram með mína ágæta fólki innan ráðuneytis ferðamála. Takk fyrir mig.